Sagnfræðingurinn Guðni T.H. Jóhannesson hefur skrifað bók bankahrunið sem kemur út á fimmtudaginn. Ýmislegt kemur fram í bókinni sem ekki hefur verið greint frá opinberlega áður, til að mynda samtöl á milli íslenskra og breskra ráðamanna. Í bókinni einnig greint frá samskiptum Davíðs Oddssonar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, auk þess sem birtur tölvupóstur og SMS-skilaboð sem fóru á milli Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar þegar þau voru enn við völd. Við ræða við höfund bókarinnar Guðna T.H. eftir örskamma stund, en við byrjum á Guðna T.H. Jóhannessyni sem sestur hjá Sigmari. Guðni, velkomin. Takk fyrir. Við skulum kannski áður við förum í efnið, langar með að spyrja þig það að skrifa þessar rosalegu atburði sem eru búin að vera í samfélaginu undanfarna mánuði. Hvað hafði að leiðarljósi þegar þú settist niður? Ég náttúrulega hafði leiðarljósi í þessu eins og öðru, að segja eins satt og rétt frá að mögulega getur og leið að kannski reyna að gera þetta læsilegt. Já. Og það var nú svona það sem ég vildi helst gera. Já. Þetta risavaxið verkefni að skrifa þetta allt, ekki? Jú, þetta var sögulegu vetur og stundum maður að lýsa atburðarásinni frá degi til dags ef ekki mínútu til mínútu. Þannig að það frá mörg að segja og ég efast að svona og vona að svona sögulegu vetur eigi nú ekki eftir að dynja yfir okkur á næstunni. Nei. En við skulum kannski byrja á því að tala þetta efnislega svona nokkurn veginn út frá upphafinu sem að svona Glitnir og yfirtaka ríkisins og Glitni. Það eitt sem að maður rekur augun í, það að það virðist vera rosalega mikið samskiptaleysi á milli stjórnarflokkana þessa örlagaríku helgi fyrir Glitni. Hvernig kom það þér fyrir sjónir? Já, það kom nú svo sem upp á yfirborðið á sínum tíma að samfylkingar ráðherrarnir voru ekki hafðir með í ráðum þegar leysa þurfti bráðavanda Glitnis þarna í september í fyrra og ég veit ekki, illgjarnir menn myndu segja að ráðamenn sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni hafi bara hugsað svo að þeim væri nú hæfastir til þess að ráða úr þessu og að samfylkingin ætti hvergi að koma nálægt. Svo áhitt að líta að þarna gerast hlutirnir mjög hratt. Geir H. Haarde var í útlöndum og kemur heim þegar hann fréttir frá Davíð Oddsssyni að Glitnir sé í stökustu vandræðum. Og samkvæmt bókinu þá lætur hann ekki Ingibjörgu vita út af hvernig hann fór heim? Nei, ekki þannig að ríkið þurfi að bjarga Glitni frá þroti, heldur að Glitnir sé í einhvers konar vandræðum. Geir segir þó Ingibjörgu það. En Ingibjörg Sólrún fréttir ekki frá ráðherrum, hún fréttir það bara frá lögmanni Glitnis að ríkisvaldið ætli sér að taka yfir bankan eins og hann mun hafa komist orðið eitthvað í þá veruna. Það líka annað sem að vekur athygli í þessari frásögn þinni, það að það eru mikil átök náttúrulega milli Glitnismanna og Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar og svo blandast náttúrulega landsbankamenn inn í þetta. Þeir eru að gera tilboð þarna í bankan og annað í þeim dúr og Davíð Oddsson, þú ert að rekja það, hann á þarna ákveðin samskipti við landsbankamenn sem að þú talar í bókinni. Já, það gerist þarna að ráðamenn Landsbankans leggja til og að þeir komi einhvern veginn að björgun Glitnis og taki bankan einhver leyti að sér og það spáð og spekulerað þessa daga en verður ekki úr og í og með vegna þess eins og formaður bankastjórnar Seðlabankans í svari sínu til Landsbankans að þeir vildu bara fá Glitni á silfurfati og meðgjöf frá ríkisvaldinu í ofanálag. Þannig að þar var kannski ekki það svona traust sem þurfti að vera og auðvitað hægt að sjá þetta frá mörgum sjónarhornum og menn sjá þetta hver frá sínu sjónarhól og Landsbankamenn munu halda því fram að þeir hafi bara lagt fram mjög hagstætt tilboð fyrir alla aðila. Seðlabankinn að það hafi ekki verið nokkurt vit í því að ganga að því og ríkisstjórnin kannski sömuleiðis. Þannig að það í þessari sögu eins og öðrum sögum að það gildi líka hver að segja hana. Já, og svo ertu náttúrulega að rekja það sem að gerist eftir að Glitnir yfirtekin. Geturðu lagt eitthvað mat á það? Var þetta
góð leið sem farin var. Já, sko, nú væri frábært ef sagan væri eins og tilraunastofa, þar sem við gætum sko tekið það sem gerðist út og setti eitthvað annað í staðinn og séð hvað gerðist í raun. Við náttúrulega höfum ekki þann luxus. Glitnisleiðin var farin, þess að ríkisvaldið ákvað að leggja Glitni til fé og eignast í honum meiri hluta, stóran. Þessi leið skilaði auðvitað ekki því sem til var ætlast, því að hér fór allt fjandans til og það voru aðra leiðir sem stóðu til boða og þær rek ég í bókinni en það verður svo eiginlega hver að dæma fyrir sig sko hvort einhver þeirra hefði alveg hiklaust verið betri en svo leið sem var farin. En við vitum það að þessi svokallaði Glitnisleið, hún var alveg fatal. Já. En hvaða leiðir voru það aðra sem komið til greina, svo rekið það nú stuttlega? Já, það komu nú að veita Glitni neyðarlán eins og þeir Glitnismenn báðum. Það var svo leið sem átt að bjarga þeim, sögðu þeir. Það hefði verið hægt að fara þá leið og hugsanlega hefði nú verið hægt að sameina banka. En þá hefði nánast þurft að pína bankastjórnendur og eigendur bankana að samningaborðinu. Já, því að það kemur vel fram í bókinni að þeir voru í þessari störukeppni alveg fram á síðustu stundu. Já, já. Eigendur banka hugsa hag síns banka fyrst og fremst, þeir hugsa ekki þjóðarhag, þó þeir vitu að þetta getur haldist í hendur. Og vandinn var sá, eftir á að hyggja, að stjórnvöld gátu ekki beitt bankana þessum mikla þrýstingi sem þurfti. Það var aldrei sú stað uppi að forsætisráðherra eða sem ríkisstjórnin gæti sagt við eigendur bankana og bankastjórnendur. Nú komið þið ykkur saman einhvers konar drastíska niðurskurð og sameiningar og látið okkur vita að þau eru búin að ákveða hvernig þið ætlaði að fara að þessu. Þau tól höfðu stjórnvöld aldrei og það skipti örugglega einhverju það að svo fór sem fór. Já. Það líka komið inn á það að í þessari bók að Davíð náttúrulega labbar inn á ríkisstjórnarfund og talar þar og þar rætt um þjóðstjórn. Já. Og manni finnst eins og eftir að hafa lesið þessa bók að sú þjóðstjórnar hugmynd hafi í raun og verið miklu meira rætt heldur en hingað til hefur komið fram og að Geir hafi kannski verið hrifnar af þeirri hugmynd heldur en að áður hefur verið sagt frá. Já, kannski. Það það var kannski hálf írónist að leið og Davíð Oddsson seðlabankastjóri hafði lagt til að þjóðstjórn yrði mynduð, þá náttúrulega gat Samfylkingin ekki fallist á það. Og það erfiða í þessu að leið og ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn fellst á að það sé nú betra að mynda einhver aðra ríkisstjórn, þá menn að gefa þau skilaboð kannski til þjóðarinnar að við ráðum ekki við vandann. Og það var bara ekki það sem ráðherrar vildu endilega segja. En vissulega má lesa það milli línanna og að Geir H. Haarde var fús til þess að skoða þennan þjóðstjórnarkost eitthvað og ræddi til dæmis það við Steingrím J. Sigfússon sem vakti máls á þessu við Geir, sagði við Geir, nú þurfum við að mynda þjóðstjórn vinur sæl, eitthvað í þá veruna. En Ingibjörg Sólrún hafði hins vegar áhyggjur af því að það erfitt að vera í slíkri stjórn með og AFG. Jú, vissulega og menn geta rétt ímyndað sér sko það þurfa að vera sko nána stríðsástand eða neyðarástand sem vissulega við vorum að sigla inn í þarna en leið þarf að vera mikið trúnaðartraust og það þarf að eyða allir tortryggni og kannski var það rétt metið hjá stjórnarherrunum þarna að það hefði ekki tekist. Við sjáum það sjálf sko að það hægara sagt en gert að fá alla flokkana til þess að vinna saman í sátt og samlyndi í einni ríkisstjórn. Andstaðan við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn frá Davíð Oddsssyni, það hefur verið talað svolítið það en kannski enginn náð almennilega utan það hvort það rétt eða ekki. Komst þú að einhverju niðurstöðu hvað það varðar í þessari bók? Já og nei, það mátti nú svo sem finna það fréttir á sínum tíma að Davíð Oddsson var engin aðdáandi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það komst í tal hér síðastlið haust að við ættum að leita aðstoðar
sjóðsins og hafði nú það nokkur orð í frægu Kastljós viðtali hér í byrjun október 2008 að ef menn leituðu aðstoðar sjóðsins þá væri menn bara að fara inn í eitthvað prógram og mistu tök á fjárlögum og öllu sem því fylgdi og það bara gerðu sjálfstæðar þjóðir ekki. Svo gerist nú náttúrulega það til þess að gera langa sögu stutta að ríkisstjórnin sér þá leið eina færa að leita til sjóðsins og þá Davíð ennþá seðlabankastjóri og hann hefur eflaust reynt að vinna með fulltrúum sjóðsins eftir bestu samvisku en það ekkert leyndarmál og það má finna ýmsar frásagnir sem hægt að treysta að þar kastaðist í kekki. Hvernig þá? Já, á þann veg að Davíð og hinir erlendu fulltrúar urðu ekki sammála það sem gera skyldi. Nei. Og hann vildi ráða í sínum húsum, hann Davíð? Hann vildi ráða í sínum húsum. En þú sér líka hvað Davíð dóminerar, að við tölum mikið hann núna. Hann var hann spilaði stórt hlutverk í þessu öllu saman. Já, og það svona má líka lesa það út úr línu og jafnvel það sagt berum orðum að hann hafi svona kannski tekið stundum stjórn atburða í sínar hendur án þess kannski að vera í stöðunni til þess eða hvað? Já, aftur þetta fræga Kastljós viðtal þar sem hann kom hér og lék á allsoti myndu minnstu kosti aðdáendar hann segja en andstæðingar myndu segja að hann hafi talað af sér á 1000 ólíka vegu. Þar minnstu kosti fannst Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur að seðlabankastjóri hefði farið langt út fyrir verksvið sitt og nú væri nóg komið. Og þetta viðtal var svo sem olli engum þáttaskilum í því en það hnykkti vel á því að Ingibjörgu sem formanni Samfylkingarinnar fannst að þessi kreppa yrði ekki leyst með Davíð Oddsson í Seðlabankanum og það lét hún skýrt koma fram í samskiptum sínum svo við Geir H. Haarde. Bæði í tölvupóstum og SMS skilabóðum? Já, þau ræddust auðvitað við en áttu líka samskipti á þá vegu. Já, og tölvupósturinn endar á að lokum leggi til að svo þarf ekki að botna það neitt meir? Já, svona eins og Kató gamli sagði að já, einmitt. Þar sér maður að hún ekki kannski einbráðis í fyrsta sinn. Nei. En þú svo sem varst að reykja það í fréttunum hérna áðan að það var að tala við Geir Haarde talaði við Gordon Brown og þar kemur fram að Bretar þrýstu svolítið á okkur að fara fyrr til samstarfs við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Já, sko, kannski verður það eitt af þessum stóru hvað ef spurningum í þessari sögu, hvað ef íslensk stjórnvöld hefðu leitað mun fyrr til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hefðu þá kreppan orðið ögn viðráðanlegri. Það vildi Gordon Brown meina að kvöldi sunnudagsins 5. október, kvöldi fyrir neyðarlögin frægu, kvöldi fyrir Guð blessi Ísland ávarpið. Brown ræðir þá við Geir og segir við hann, ykkar vandi svo stórkostlegur að það ekkert í stöðunni annað en að leita á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sækja neyðar aðstoð, gangi inn í prógram Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Og þetta sagðist Brown vita ekki bara út frá sinni eigin hyggjuvitu, heldur að því að hann hefði verið að ræða við aðra þjóðarleiðtoga. Og skilaboðin sem sagt, Íslendingar fá enga aðstoð utan nema þeir fari fyrst í þennan pakka því að önnur ríki munu líta svo á að þau séu bara henda peningum í botnlausa hít ef það ekki rammi frá sjóðunum að stýra því öllu saman. Og Brown leggur hart að Geir þarna að stíga þetta skref, bara helst strax á morgun, að tala við sjóðinn. En Geir fer auðvitað ekkert að segja já við því fyrst við forsætisráðherra Bretlands. Það hefði auðvitað þurft að ganga í gegnum ákveðið ferli og þarna forsætisráðherra nánast auðvitað undir nánast ofurmannlegu álagi. Það svo margt að gerast, hann að horfa upp á það að bankakerfi landsins að hrynja í heild sinni eða hlutaminnstakosti og það þarf að setja neyðarlög yfirtöku banka og það bara of margir boltar á lofti og þarna hugsar Geir væntanlega það eitt að koma þessum neyðarlögum í gegn og svo sé þá seinni tíma spurning að leita til sjóðsins.
Svo ertu líka að vitna í samtal Árna Matthísen við Alistair Darling sem var nú þjóðfrægt og menn voru mikið að bollalegja. En það var líka annað samtal sem Árni Matt átti svipað leyti og þá við aðstoðar fjármálaráðherra Bretlands, ef ég mann það rétt, sem var býsna merkilegt líka. Já, það þarna á miðvikudeginum. Þegar Árni, þetta gerist sem sagt dag frá degi þarna, mánudagur neyðarlög og þriðjudagur samtal Darlings og Árna þar sem þeir ræða innstæðutryggingu vegna Icesave og fer svo tvennum sögum af því hver sagði hvað það. En svo daginn eftir, miðvikudaginn 8. október, þá gengur í gildi eignafrysting Landsbankans, eða frysting öllum eigu Landsbankans ytra, á grundvelli laga varnir við hryðjuverkum, eins og frægt orðið. Og þegar það að gerast, þá talar þessi ákveðni embættismaður breski við Árna og skýrir honum frá því að þetta standi til, en án þess þó að nefna hryðjuverkalöggjöfina á nafni eða lýsa í smáatriðum hvað standi til að gera, bara það að bresk stjórnvöld hafi ákveðið að grípa til ákveðin aðgerða til að vernda sína hagsmuni og íslensk stjórnvöld hljóti að skilja það og Árni svo sem ljúfmennskan uppmálið í því samtali og segir að það sé nú bara eins gott og blessað að íslensk og bresk stjórnvöld vinni saman að lausn þessara vandamála og getur auðvitað ekki gert sér grein fyrir því að þarna eru Bretar að beita okkur ofboðslega hörðum aðgerðum sem koma svo í ljós síðar daginn og daginn eftir. Já, og hvað var þess valdandi að þeir beittu þessum hryðjuverkalögum? Já. Mér finnst nú svona hálfpartið komast að þeirri niðurstöðu að það sé bara neyðarlögunum að kenna en ekki neinu öðru. Nei, það ekki Kastljósviðtalið og það ekki viðtalið við Árna Matt og viðtalið Darlings við Árna Matthísen, eitt og sér. Þetta auðvitað $1 milljón spurningin því að þetta gerði stjórnvöldum afskaplega erfitt fyrir og var nú staðan nóg og slæm og bylmingshögg. Manni sýnist að Bretar hafi óttast það með rétti eða röngu að íslensk stjórnvöld ætluðu bara að loka sig af, láta allar erlendar skuldir falla og Bretar voru orðnir það tortryggnir að þeir töldu neyðarlögin og 100% innstæðutrygging hér á Íslandi en einhvert hik í sambandi við 20.000 evru trygging í útlöndum. Allt þetta sýnir Íslendingar ætla bara að loka sig af og ekki hugsa skuldbindingar sínar í útlöndum. Gott og vel, þá bregðumst við tveir geta leikið þennan leik sem að vitni í brest orðtæki og við látum hart mæta hörðu. Þannig að það mismununin, neyðarlögin, hvað verður erlenda kröfuhafa, það þessi tortryggni og þarna þessa daga kemur líka í ljós að það ákveðið samskiptaleysi, þrátt fyrir þessi samtöl hér og þar, að Bretar segja við fáum aldrei á hreint hver afstaða Íslendinga Auðvitað getum við bent á bréf sem eru send, en svo koma samtöl eins og þetta sögulega samtal Árna og Darlings, þar sem Darling spyr eitt sinn í samtalinu þannig að þið ábyrgist 20.000 evrur og svar Árna ég get ekki sagt neitt það á þessu stigi, við verðum að sjá til. Hann var ekki afgerandi. Hann var ekki nóg afgerandi þar, þó vissulega í samtalinu síðar segir Árni við höfum sendt bréf þar sem kemur fram að við ábyrgist þetta. En Darling næra að hengja sig á þetta hik sem kemur fram og eins og ég segi, neyðarlögin, þau fela það í sér að það eigi að vernda innlend heimili, slá skjaldborg heimilin en skuldir bankan í útlöndum, það falli. Bókin kemur út á 50. Áður en ég sleppi ykkur þá langar mig að spyrja þig bara stutt þetta vegna þess að þú ert að náttúrulega við heimildum víða að. Sumarheimildir eru nafnlausar kannski eins og gefur að skilja vegna þess hvað stutt liðið. Þú ert að tala heimildir í vörslu höfundar án þess að segja nánar hvað það Þú ert með tölvupósta sem ráðamenn að senda, SMS-skilaboð, þú ert að vitna í Facebook, þú ert að vitna í kommenti á bloggsíðum. Hvernig gekk þér að fá upplýsingar fram, svona þær sem ekki eru grafnar einhvers staðar inn í hislum eða eru í geymslum ráðamanna? Já, það var náttúrulega allur gangur á því, stundum gekk vel og stundum illa og oft gat maður auðvitað nýtt sér fjölmiðla umfjöllunina alla saman. Og Facebook og bloggið var mikilvæg heimil, sérstaklega atburðinni í janúar í ár þegar búsáhaldabyltingin svo kallaða átti sér stað. Þannig að þetta alveg ný vídd fyrir sagnfræðinga að nota þessar heimildir.
Nú aðgangur að skriflegum gögnum, það bara svona eins og gengur sko, alveg eins og þið fenguð aðgang að þessu viðtali Árna og Darlings á sínum tíma og Morgunblaðið fær aðgang að hinu og þessu, við bara lendum í þessu. Já, þetta eru krókalegir þessi eins og þetta. Guðni, bókin kemur út á 5. daginn, til hamingju með hana og takk fyrir að koma. Já, þakka sömuleiðis.